Evrópuríki fá falleinkunn í nýrri þjóðaröryggisstefnu Bandaríkjanna. Þar segir að óljóst sé hvort sum þeirra hafi nógu sterkan efnahag og her til að geta talist traustir bandamenn. Ný samgönguáætlun var rædd á fjölmennum fundi á Seyðisfirði síðdegis. Fundargestir höfðu margt við hana að athuga. Þessi samgönguáætlun hefur komið eins og rýtingstunga í bakið á okkur. Stjórnvaldsaðgerðir þarf til að taka á offitu Íslendinga að mati sérfræðings í næringu hjá embætti landlæknis. Barnalæknir segir erfitt að bæta heilsu samfélagsins þegar markaðsöfl stýri ferðinni og hagnist á óbreyttri stöðu. Úthlutun jólaaðstoðar hjálparstarfs kirkjunnar hefst í næstu viku og hefur umsóknum heldur fækkað milli ára. Það eru þung skref fyrir marga að leita aðstoðar fyrir jólin. Og jólaálfurinn Stína hefur í nokkur ár boðið sjálfur sér í heimsókn til fjölskyldu í Kópavoginum og á aðventunni og tekur þar upp á ýmsu. Húsráðandi segir jólaálfa koma til fólks sem trúi á þá. Hún kemur alltaf þar til ég hætti að trúa hana. Gott kvöld. Evrópa verður óþekkjanleg innan 20 ára gangi spár nýrrar þjóðaröryggisstefnu Bandaríkjanna eftir. Innflytjendastefna hafi umbreytt álfunni og leitt til deilna. Farið yfir fyrstu mánuði Trumps í embætti í þjóðaröryggisstefnunni. Að tekist hafi að fá aðildarríki NATO til að auka útgjöld til varnarmála. Þá hafi tekist að lægja átök á 8 stöðum í heiminum. Bandaríkin verði þó alltaf í fyrsta sæti. Í stefnunni fjallað ónóg útgjöld Evrópuríkja til varnarmála síðustu ár og stöðnun í efnahagsmálum ríkjanna. Evrópa hafi áður átt mun stærri hlut í heimsframleiðslu. Hluti skýringarinnar séu reglugerðir sem grafi undan sköpunargáfu, segir í stefnunni. Þar segir einnig að Evrópusambandið og aðrar alþjóðlegar stofnanir grafi undan stjórnmálafrelsi og fullveldi. Let's focus on the global challenges that we actually have, which are, economic coercive practices from China that we are both, faced with, which is the threat that comes from malign actors like Russia, like China, like Iran. So we definitely need to focus on what we can do together, and domestic issues. Let them be our domestic issues. Annar vandi skyggi þó á efnahagsvandan, segir í stefnu Bandaríkjastjórnar. Horfur á útrýmingu siðmenningar. Þá hafi innflytjendastefna umbreytt álfunni og skapað deilur og ritskoðun. Fæðingartíðni fari lækkandi og ríkin skorti þjóðernisvitund og sjálfstraust. Haldi þróunin áfram verði álfan óþekkjanleg eftir innan við 20 ár. Óljóst sé hvort sum ríkjanna hafi nógu sterkan efnahag og her til að teljast traustir bandamenn Bandaríkjanna. Varnarmála sérfræðingur segir nálgun Bandaríkjanna við friðarumleitanir í Úkraínu endurspeglast í skýrslunni. Þar sé sagt að Evrópuríkin hafi óraunsæjar væntingar til niðurstöðu viðræðna. Og nú náttúrulega komið í ljós að í gær gekk ekki saman með Úkraínu og Bandaríkjunum í viðræðum sem nú hafa staðið meira og minna í 3 vikur með hléum reynda. Og þær snúast það að Bandaríkin að reyna að pressa á Úkraínu að gefa sig og fallast á kröfur Rússa að einhverju leyti minnsta kosti. Sendinefndir Bandaríkjanna og Úkraínu luku í gær 3 daga viðræðum í Flórída. Fjölmiðillinn Axios hefur eftir heimildarmönnum að viðræðurnar hafi verið erfiðar þar sem Rússar krefjast þess enn að Úkraínu hörfi frá Donbass, jafnvel frá svæðum sem ekki hafa verið hertekin. Á morgun fundar Zelenský með forsætisráðherra Bretlands í London. Þangað mæta einnig Frakklands forseti og kanslari Þýskalands. Því að núna fer málið til Evrópuríkjanna. Bandaríkin og þetta kemur ekkert óvart, þetta búið að vera í farvatninu í marga mánuði. Bandaríkin í rauninni búin að segja sig frá Úkraínu stríðinu. Þau hafa reyndar ekki borgað neitt núna í marga mánuði, ekki $1. Þannig að nú leggst þetta á Evrópuríkin. Koma verði í ljós á næstu vikum hver vilji Evrópuríkja sé til að borga. Staða rússneska hersins verði þó að teljast veik. Úkraínumenn eiga að geta staðið í þeim, sérstaklega ef þeir fá stuðning frá Evrópuríkjunum.
Albert telur að ef Úkraínumenn fái stuðning geti þeir sótt fram á vígvellinum og þvingað Rússa til að samþykkja vopnahlé. Fjöldi Austfirðinga sótti fund á Seyðisfirði síðdegis þar sem formaður Viðreisnar Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra og Ingvar Þóroddsson þingmaður Viðreisnar ræddu samgönguáætlun ríkisstjórnarinnar sem var kynnt á miðvikudaginn. Mikill áhugi var á fundinum og færa þurfti hann af veitingastað í félagsheimili vegna aðsóknar. Margir Austfirðingar hafa gagnrýnt þá forgangsröðun sem felst í áætluninni að slá gerð Fjarðarheiðarganga á frest en setja Fjarðargöng þess í stað inn í samgönguáætlun og skiptar skoðanir voru meðal fundargesta fyrir fundinn. Þessi samgönguáætlun hefur komið eins og rýtingstunga í bakið á okkur. Viltu að samgönguáætlun verði endurskoðuð? Það bara ekki annað hægt. Innviðaráðherra hefur orðið uppvísað ósannsögli að fúski á stjarnfræðilegum vittargráðum, að þessi samgönguáætlun þvílík hrákasmíð. Hann hefur sjálfur sagt að hann hafi ekki lesið þessa nýjustu skýrslu. Það náttúrulega þessi ofurýn sem á Seyðfirðingum sýnd með þessari nýju jarðgangagerð, sko, ekki jarðgangagerð. En viltu að samgönguáætlun verði endurskoðuð? Að sjálfsögðu. Heldur þessi fundur hér í dag skila einhverju? Ég vona það. Ég ekkert búin að missa alla vonina þó að þetta hafi verið högg hérna á miðvikudaginn. Að mér finnst forkastalegt að það sé búið að henda Fjarðarheiðargöngum út af áætlun. Þetta grundvallaratriði í öryggishagsmunum Austurlands eins og fengum svo hryllilega staðfestum daginn. Heldur þessi fundur skila einhverju hér í dag? Ég veit það ekki. Já, það brennir mjög á Seyðfirðingum. Ég vona bara að koma sér fyrst þessu göngu og aðri bara byrja á þessu fyrst. Heldur þessi fundur hérna í dag skila einhverju? Það ætla ég að vona að það eru margir hérna, þannig að það ætti að skila einhverju. Ég vona að það verði hlustað og bara þessi áætlun verði bara sett honi í ruslafötuna þar sem hún á heima. Fundurinn var kröftugur og það var hiti í fólki, sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir formaður Viðreisnar að fundinum loknum. Við náðum tali af henni nú rétt fyrir fréttir. Sterkar skoðanir, málefnalegar og mér fannst að skipta máli að fá þetta beint í æð. Það mikið undir og ég fyrir bæði reynslunni ríkari út af þessum fundi en líka það að það mjög margt undir og það sem að við verðum bara að gera að bæði að hlusta á þessar raddir en líka að vinna að raunhæfum áætlunum sem eru að fullu fjármagnaðar en núna, eins og ég segi, þetta var mjög kröftugur fundur og áhrifaríkur og mér fannst gott að heyra í fólki þó maður væri að fá það alveg óþvegið. En af hverju að boða til þessar fundar? Ég einfaldlega því að fólki mitt hér fyrir austan vildi hitta mig. Ég ætlaði að koma að hitta það og svo vatt þetta bara upp á sig og ég held að það sýni líka að fólk vill fá að tjá sig. Stjórnvaldsaðgerðir þarf til að taka á bráðum lýðheilsuvanda vegna offitu fólks á Íslandi, einkum barna. Þetta segir sérfræðingur í næringu hjá embætti landlæknis. Markaðsöfl og lýðheilsusjónarmið takast á vegna ólíkra hagsmuna að mati barnalæknis. 7,5% barna hér á landi mælast með offitu og 70% fullorðina mælast í yfirþyngd og eða með offitu samkvæmt nýrri rannsókn. Ástandið hefur versnað hratt á síðustu árum og mun verra hér en annars staðar á Norðurlöndunum. Í rauninni maður horfir svolítið bara á tölurnar fyrir börnin, þá þetta fyrir mér þetta bráðamál í lýðheilsu. Miklar breytingar þurfa að verða á samfélaginu til að snúa þróuninni við. Það kannski stóra vandamáli að þeir sem að hagnast á því að kerfið sé óbreytt, að það ekki sama fólki að hagnast á því að heilsan sé bætt. Þannig að þar verður oft til svona misræmi sem veldur því að það mikil tregða í að breyta samfélagi í þá átt sem við vitum að heilsusamlegra. Neysla koffíndrykkja og gjörunninna matvæla hafi stóraukist á síðustu árum. Þarna erum við svolítið að leyfa markaðnum
að stýra samfélaginu í átt sem við vitum að er ekki heilsusamleg. Alls konar hluti sem að mér var kennt þegar ég var í læknanámi að væri bara fullorðinssjúkdómar eins og fitulifur bara á fyrstu stigum grunnskólans og við erum að sjá sykursýki í táningum og svoleiðis. Þannig þetta eru hluti sem við erum alveg að sjá. En þetta eru líka þeir sjúkdómar þar sem við sjáum að þeir sem eru með offitu sem börn og unglingar, að þeir fá þetta í miklu meira mæli heldur en þeir sem voru ekki með það þegar þau verða fullorðin. Hólmfríður Þorgeirsdóttir, verkefnastjóri í næringu hjá embætti landlæknis, segir að nú sé svo komið að stjórnvöld verði að grípa inn í. Norðmenn hafa nýlega sett lög sem banna markaðssetningu á óhollum mat og drykk til barna og áramótin taka þar gildi lög sem banna sölu orkudrykkja til barna yngri en 16 ára. Hún segir mikil tækifæri felast í að bæta næringu barna í gegnum skólamáltíðir og lækka álögur á ávexti og grænmeti, hnetur og fræ. Við höfum ítrekað lagt einnig til að leggja álögur á óhollustu á borð við gos og orkudrykki, sælgæti. En er ekki líklegt að þeir sem er að framleiða og flytja inn þessar vörur og þeir rísi upp á afturfótunum? Jú, það er mjög trúlegt. En það þarf bara pólitískan vilja til þess að framkvæma þetta. Það þarf stjórnvaldslegar aðgerðir. Það er það sem sýndi sig að virka í sambandi við að ná niður reykingum og tóbaki og það er það sem að þarf. Jólaúthlutun hjálparstarfs kirkjunnar hefst á þriðjudag en þá rennur einnig út frestur til að sækja jólaaðstoð. Færri umsóknir hafa borist í ár en neyðin er mikil hjá þeim sem leita aðstoðar. Í næstu viku þá koma til okkar þær fjölskyldur, þeir einstaklingar sem hafa sótt og fengið SMS að þau geta komið og nálgast jólagjafir og meðal annars þá eru auk jólagjafa, getur fólk valið sér svona prjónelsi sem góða konur all land hafa verið að færa okkur allt árið og við spörum til jólana. Og svo þegar fólk er búið að velja sér svona prjónelsi þá kemur fólk hingað og fær að velja sér jólagjafir. Þá erum við með sjálfboðaliða sem finna til að barnið hefur áhuga Lego eða Barbie eða hverju sem er. Þá ná þær í það og sýna fólki það hvort þú viljið þetta eða hitt og svo fá allir einhverja flík og svona. Vilborg segir að færri umsóknir hafi borist hjálparstarfinu í ár og þar vegi aðgerðir stjórnvalda og nýjustu kjarasamningar þungt og séu að virka. Margt komi til eins og til dæmis fríar skólamáltíðir. Ef það sem er 3 börn, þá ætla að spara það alveg 40.000 krónur á mánuði. Það er einn hlutinn. Eingreiðslur frá TR, breytingar á örorkukerfinu. Það er svona margir litli hlutir sem verða til þess að kannski að fólk hugsa, ég ætla að gera allt til að ég þurfi ekki að sækja af því það er ennþá skömm fyrir mjög marga sækja Víða land hafa samtök sameinað krafta sína til að nýta fé betur og auðvelda fólki að sækja aðstoð á einum stað. Á höfuðborgarsvæðinu er samráð milli hjálparstarfskirkjunnar og mæðrastyrksnefnda þó ekki sé eiginlegt samstarf. Vilborg segir að neyðin sé mikil hjá þeim sem þurfa að leita til hjálparsamtaka. Það er fyrir mjög marga ótrúlega erfið skref að þurfa að sækja aðstoð og geta ekki fara valið í leikfangabúð jólagjöfum handa barninu, þetta fara að koma hinga. Þó við reynum að gera þetta eins vel og við getum að vanda okkur, þá er þetta náttúrulega ekki eins og þetta á að vera. Að hýsa jólaálf á aðventunni krefst þess að fara snemma að sofa. Það veit fjölskylda í Kópavogi sem fær óboðinn álf í heimsókn 5. árið í röð. Kærleika og friðar, komið að jólastund. Fyrir nokkrum árum fór óboðinn aðventugestur að venja komu sínar á heimili í Kópavogi. Þarna er á ferðinni jólaálfurinn Stína sem mætir í byrjun aðventu og vekur gleði með uppátækjum sínum. Þetta er 5. árið sem það er jólaálfur búinn að ryðjast á heimili. Hún gerir prakkarstrikk. Annarkvort kemur hún 1. desember eða 2. og þá bara gerir hún alls konar. Stína var framan af eini jólaálfurinn sem sótti mæðgurnar heim, en síðan bættist eiginmaðurinn Dengsi við og svo komu börnin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Þetta er 6 manna fjölskylda. Já. Hugmyndaflugi Stínu eru lítil takmörk sett og hún fær gjarnan heimilistæki og leikföng á heimilinu í liðinu sér í uppátækjum sínum.
Þá stundar hún ýmsar íþróttir og á það til að veiða í soðið. Hefurðu einhvern tímann síðan að gera eitthvað? Nei, af því maður má nefnilega ekki horfa á álfana þegar þau eru að gera. Af því manni langar það kannski en maður á ekki að gera. Eins og við sjáum núna, þá er Stína eins og dúkka. Svo bara nóttina, þá lifnar hún við og þá bara, já, af því sko álfar vilja helst ekki láta sjá sig. Vissulega er hún kannski stundum svolítið streituvaldur. Af því við þurfum bara að flýta okkur að fara snemma að sofa og svoleiðis og þannig að hún fái frið til að gera sína hluti. Hlakkarðu til, já kannski alltaf árið að hitta Stínu aftur? Já, maður er alltaf rosalega glaður að hitta jólalana sína. Og heldur hún haldi áfram að koma bara? Hún kemur alltaf þar til ég hætti að trúa hana. En ég ætla að reyna að hætta aldrei að trúa hana. Og Úlfar með ráð til þeirra sem vilja opna heimili sitt fyrir jólaálfi en veit ekki alveg hvernig á að bera sig að. Þeir þurfi ekkert að vera hrædd við þessa álfa. Þeir eru blóm, þeir gefa börnum svo gott bara í desember. Græjukallar og kellingar geta gert góð kaup í skúr á Nýlendugötu í Reykjavík. Listamaðurinn Körver Thoroddsen hefur gert allsherjar tiltekt í græjusafni sínu og vill koma því áfram í hringrásarhagkerfið. 20 saman. Já. Þetta er svona byrjanda gaur sko, það er mjög skemmtilegt sound í honum. Sko ég er að vera 50 ára núna í febrúar. Ég er að fara að halda þá dálítið stóra myndlistasýningu og ég er svona fór að hugsa, nú er ég að vera 50 ára gamall, þetta er fullt af græjum sem ég bara sanga að mér og ætla að laga og ætla að nota einhverja gjörninga eða hljóðlistaverk. Þetta safnar svo mikið upp og ég hugsa, nei, ég ætla að fara inn í 50 ára aldurinn með hreinsa út eitthvað, að ég veit að ég hef ekki tími að klára þetta allt sko. Þannig að bara betra að koma þessu á yngri tónlistamenn eða listafólk sem getur nýtt sér það. Eða bara fólk sem vil endurnýta græjur, koma þessu aftur í hringrásarhagkerfið. Það voru margir sem svörðu kalli því húsnæði fylltist af fólki leið og opnaði. Það gekk hratt á lagerinn og augljóst að þarna gefst tækifæri til að gera góð kaup. Allt þetta magn af tækjum og græjum hefur verið í geymslum og æfingarhúsnæðum allan bæ. Ætlunin er að vera með opið allar helgar fram að jólum. En ef að hér selst allt upp, áttu þá nóg til að fylla á? Það er til smá aukalager annars staðar, en það verður nóg til. Eitthvað fyrir alla. Þá að veðri, hæð yfir Grænlandi heldur áfram velli og lægðir suður í hafi beina fremur mildum austan og norðaustanáttum að landinu. Víða strekkingur eða kaldi en allhvass vindur norðvestan til í kvöld og hvassviðri í vindstrengjum syðst á landinu. Rigning eða slitta norðan og austanlands en að mestu þurrt og bjart á Vesturlandi. Hiti að 8 stigum mildast syðst. Við förum nánar yfir horfurnar að loknum íþróttafréttum. Við gerum upp frammistöðu Íslands á HM kvenna í handbolta en liðið vann lokaleik sinn á mótinu gegn Færeyjum í gærkvöldi. Ótrúlega sterkt og gott fyrir okkur að fá sigur, búið að vera langt og strangt mót og erfitt að vera alltaf að tapa og fá þessa skellin. Íslendingar hafa líka lokið keppni á EM í sundi í 25 metra laug. 4 Íslandsmet voru slegin í Póllandi. Mér fannst það ganga betur en það var. Ég held ég var að fara miklu hraðar. Nýr heimsmeistari ökuþóra var krýndur í dag, enski boltinn og fleira í íþróttafréttum hér rétt á eftir. Rifjum upp helstu atriði frétta. Evrópuríki fá falleinkunn í nýrri þjóðaröryggisstefnu Bandaríkjanna. Þar segir að óljóst sé hvort sum þeirra hafi nógu sterkan efnahag og her til að geta talist traustir bandamenn. Austfirðingar fjölmenntu á hitafund á Seyðisfirði síðdegis. Einn fundagesta segir nýja samgönguáætlun hafa komið eins og rýtingsstungu í bakið á Austfirðingum. Stjórnvaldsaðgerðir þarf til að taka á offitu Íslendinga að mati sérfræðings í næringu. Barnalæknir segir erfitt að bæta heilsu samfélagsins þegar markaðsöfl stýri ferðinni. Og jólaálfurinn Stína hefur boðið sjálfri sér í heimsókn til fjölskyldu í Kópavoginum á aðventinu og tekur þær upp á ýmsum. Jólaálfar koma til þeirra sem trúa á þá, segir húsráðandi.
Þá þessum fréttatíma að ljúka en Ríkisútvarpið með fréttavakt allan sólarhringinn. Við ætlum að endingu að líta inn til fjölskyldu á Akureyri sem heldur í þá hefð eins og svo margar fjölskyldur að skera út og steikja laufabrauð í aðdraganda jóla. Kristófer Óli Birkisson tók þessar myndir. Verið þið sæl.